Og áfram höldum með föstudagsþáttinn. Það komið í júní og það þýðir bara eitt. Sjóvá kvennahlaup ISÍ á næsta leiti. Velkomin Ásdís og Baldvin. Takk. Þú ert framkvæmdaaðili hér fyrir norðan, ekki satt? Jú, hér á Akureyri. Hér á Akureyri og þú ert útibússtjóri Sjóvá sem að sponsor þetta hlaup og hefur alltaf gert. Passar. Hvað getið þið sagt okkur? Eitthvað nýjungar í ár? Heyrðu, kvennahlaupið 30 ára í ár. Þannig að það verður afmæliskaka. Það verður afmælispartí. Það verður kvennahlaup. Já. Og það náttúrulega alltaf gjafir í lok hlaups. Já. Þetta helgi eins og verið hefur eða hvað? Þetta laugardaginn 15. júní. Já. Voru hlaupið frá Hofi klukkan 11. Já. Ýmsar vegalengdir ekki satt? Já, það eru 2 vegalengdir. 2 kilometrar og 5 kilometrar. Já. Og hefur þetta alltaf verið frá Hofi undanfarin ára? Síðan 3 ár. Já. Klukkan 11 og það þarf að skrá sig eða getur maður mætt bara samtímis? Það hægt að mæta samtímis. Það verður forsala í Sundlaugu Akureyrar alla næstu viku, milli 11 og 1 og svo 6 og 8 kvöldi. Og svo forsala líka hjá Sjóvá. Hjá okkur. Og hvað kostar að vera með? Kostar 2.000 krónur fyrir fullorðna og 1.000 krónur fyrir barn. Og þá fær maður ból? Þá fær maður ból. Og svo ef þú líkur hlaupinu, sem allir hafa gert. Er það ekki? Já, og þá farðu alls konar gjafir þegar þú kemur í mark. Verðlaunapening væntanlega? Verðlaunapening, já, sjálfsögðu. Segðu okkur aðeins, Baldvin, þú ert komin í bólinn. Já. Hvernig er hann? Bara rosalega passlegur, finnst mér. Mjög fallegur. Hann er fallegur. Flottur á litinn. Og gott efni í honum, ekki satt? Gott í þessu. Það var á tímabili ekkert svakalega spennandi efni í þessu. Nú er það miklu betra, ekki satt? Allt annað líf núna. Og nú bara slegist þessa bóli. Ég held það. Þannig að fólk þarf ekki að ágjöra því. Nei. Hvað eigum við von á mörgum? Það alltaf bara mismunandi milli ára. Hvað voru margir í fyrra, veistu það? Það voru mjög fáir í fyrra. Var eitthvað skítað veður? Það var þannig að við vorum með á föstudagskvöldi. Við vorum ekki með á hlaupadeginum. Við vorum með kvöldið áður. Það var búið að vera svolítið fyrirspurnir það hvort það var ekki hægt að hafa þetta bara seinnipart eða svona. Þannig að fólk þyrfti ekki að vakna á laugardagsmorgni. Og já, hvað að prófa það. Við erum búin að prófa það. Það féll ekki góðan jarðveg. En 11 nú ekkert svo slemmt. Var þetta kannski eitthvað fyrr á ferðinni? Nei, þetta hefur alltaf verið 11 leyti. Og við hlaupum frá Hofi og hlaupum bara út heitir þetta ekki Drottningabraut? Inn Drottningabrautinu þá? Suður? Inn á flugvelli. Inn á flugvelli. Og hvað gerist þar? Og bara tilbaka aftur. Já. Flatt og gott. Lofum góðu veðri. Já, takk fyrir það. Komin tími á. Og stemmingu. Stuð í uppbytun, alltaf uppbytun fyrir og músík og skemmtilegt. Og eru þið alltaf að hlaupa? Eru þið dugleg? Sko kallar á nú ekki mikið hlaupið upp á síðkastið, en það kannski verður breyting á núna. Upphaflega var þetta eins og Ásdís var að tala að þetta var til þess að koma konum að stað í hreyfingu fyrir 30 árum. Íþróttakennari í Garðabæ sem að reynda að koma þess að stað og svo hefur þetta bara undið upp á sig og orðið bara alþjóðlegt, má segja. Íslenska konur erlendis. Það hlaupa líka. Þannig að nú sá sigur kannski unnin. Mér finnst konur eiginlega að vera duglegar að hreyfa sem kallar í grunninn. Og kallar mega að taka þátt. Kallar eru alveg þannig. Já, mjög velkomnir, er það ekki? Jú, mjög. Og það svolítið skemmtilegt að segja frá því að það hefur alltaf verið aukning á karlmönnum sem hafa verið að hlaupa síðan að ég tók við hlaupinu. Og þeir eru svo velkomnir. Auðvitað. Eitthvað á lokum, svona bara hvetja fólk til að taka þátt og vitum við eitthvað sirka á landsvísu? Hvað eru margir að hlaupa? Það hefur verið svona 10.000 til 12.000 konur sem hafa verið að hlaupa og svona núna í seinni ár hafa karlarnir verið að tínast inn. 10.000–12.000 manns, það Við erum náttúrulega keppnir seinna fyrir norðan. Já. Erum við að keppa einhverja hausatölur? Sjálfsögðu keppum við hversu margir taka þátt. Þannig að við þurfum að hlutfallslega. Og hvetjum bara alla til að taka þátt. Það er enginn of ungur og enginn of gamall. Nei. Það er að fara í kerru. Það er svoleiðis. Það eru margir sem hafa að byrja bara í bumbunni á mömmu. Svo í kerrunni. Svo í kerrunni og við hliðina og það er gaman að segja frá því líka. Það er oft sko bara nokkrir ættliðir sem er að hlaupa. Það er langamma og amma og svo alveg bara. Það er bara góð fyrirmynd að sýna börnunum sínum. Já, og þetta er líka svona, það er ekki tímataka í hlaupinu. Nei. Þú ert algjörlega á þínum forsendum og það geta allir tekið þátt.
og Nú skorum við bara Akureyringa og nærsveitarmenn að Fjölmenna. Heldur betur. Það sérstaklega þessum Baldvin búin að lofa mjög góðu veðri. Já, ég búin að því. Ég stendur það. Eru þið eitthvað búin að kíkja langtímaspána? Nei, bara bjartsýnn. Við erum alltaf með sól í hjarta. Já, það þannig. Kæra þakki fyrir komuna. Við hvetjum alla til að taka þátt í kvennahlaupinu, sjóf og kvennahlaupi ISÍ 19. 15. 15. júní. 15. júní, sem laugardagur. Annan laugardag bara. Annan laugardag. Takk fyrir komuna. Takk hérlega fyrir okkur.